Komið þið sæl og verið velkomin í podcast kokk.is. Við erum að taka upp núna síðasta þátt fyrir leikina móti Róma, en það er deildarleikur á móti VfB í millitíðin og við erum Liverpool búin að vinna góðan sigur á Bournemouth þegar við tökum þetta upp. Til að fara yfir þetta með mér, þá er Steini, þú ert frekar lítill liður í dag að það getur Fjölnispartí í gær. Nei, ég er alveg bara í hörku formi. Allt í toppformi. Mæki, er ekki saman með þig? Þú ert eitthvað blúsaður eftir gærkvöldi og talaði við okkur frá Calgary í Kanada. Gast ekki farin að leika? Það er bara, ég hef ákveðið aðeins að prófa að vera frá okkur. Nei, þetta er alveg vonlaust, sko. Þetta er bara eins og tala við, Mæki, þetta er eins og tala við IT, sko. Ok. Þá bara verð ég. Ertu á Bluetooth eða Wi-Fi? Fór ég á Wi-Fi-ið, þá var ég betri. Bara núna heyri ég IT, sko, en þegar ég var kynningin, þá var bara eins og ég var að tala við IT, sko. Kynningin alveg IT? En, ok, núna heyrist þetta, varstu bara að setja Wi-Fi eða? Nei. Ég vissi vitlega saman. Ertu öll aðeins? Nei, það er ekki rátir náttúrulega í herbygginu. Hvað segirðu? Það er ekki rátir í herbygginu það. Nei. Helvítis, klúður. Herðu, prófum þetta aftur. Prófum þetta aftur, annars ef ég verð bara slæmur, þá bara köttar á það, þá bara læt ég mig hverfa, það er ekkert mál. Ok, segðu það, ég ber að kynni þig aftur. Já. Herðu, og Maggi, þú ert mættur í Calgary, lítið þið líka eftir blúsháttið í gær? Já, ég er ég er ekki lítill í mér, ég er bara mjög stór í mér. Flottu blús í gærkvöldi og bara Calgary, bara skemmtileg borg, svolítið kalt hérna. Það er ekki að leiðinni heim samt eða? Jú, þetta vera klárast, það er eitt kvöld eftir og svo tapar endur einhverjum 6 klukkutímum, þannig að ég flýg í 2 daga til að koma þeim. Þannig að það er bara stuð. Herðu, og með okkur að þessu sinni, þá er meistari Heiðar Ásgeirsson, hann er meðal hans maðurinn á bak við skemmtilegustu útihátíð landsins árkvert og auðvitað grjótharður púllari, sæll og velkomin Heiðar og gaman að fá því í podcast. Já, sælir, Heiðurinn er minn, ég er einlægur aðdáandi og hlusta reglulega okkur, en það er gaman að fá að vera með eins. Vel. Við sáum að bræðslan er komin í sölu, er ekki bara að vera uppselt aftur eins og verið? Já, það er alltaf fullu þar, sko. Ég er búin að taka miða frá fyrir ykkur. Ég fekk nú flotta fulltrúa frá kokk.is í fyrra og treysti ég að það verði svoleiðis áfram. Það er aldrei að vita. Aldrei að vita. Heiða, við erum kannski að fara aðra hátíð hérna í næstu viku, þar sem við verðum nú á Anfield. Ef við verðum ekki að vera svolítið leiðilegir í þessum þætti, svona aðeins að bögga strákana. Það er auðvitað þegiverði allavega, sko. Jón fór á ferð hjá þér? Þetta verður fyrsti Evrópuleikurinn hjá mér. Þetta er nú sennilega 4. skiptið á Anfield eða 5. en þetta skiptið sem ég fæ að fara á Evrópukvöld, það er náttúrulega alveg sérstakt. Nákvæmlega. Herði, ef við vindum okkur í þetta, byrja bara þér, hefur Róma náttúrulega komið upp á skálinni á föstudaginn og það er bara fyrstu viðbrögð og hvernig metur möguleika Liverpool í þessu einvígi? Og ég skal viðurkenna, þetta var mjög sérstakt að fylgjast með þessum drætti því að ég var búinn að kaupa með miða á leikinn áður en ég vissi hvaða leikur þetta væri eða hvaða dag eða við hvern. Þannig að ég fylgdist með drættinum og það var svona meira að spá í ferðatilhögun og dagsetningum heldur nákvæmlega hverju við vorum að fara að spila við. En ég skal líka viðurkenna að áður en að það kom allt upp að ég var að fara þá leit maður þetta á Róma sem svona slakasta liðið þarna, en þetta er bara orðin sko topp 4 í meistaradeild og það geta auðvitað allir unnið alla á þessu stíl í þessari keppni sko og þeir eru auðvitað bara að sína það þarna móti Barcelona, þetta er engin rauningjar. Ég myndi síst á Heiðar, stoppum með þessina. Prófaðu líka, getur þú prófað eins og Maggi að gera þetta í símanum? Þetta er alveg bara það, þú upp og niður alveg sko. Ok. Á ég þá að fara inn aftur eða get ég skipt hérna? Þetta er ekki bara inn að þú slekkur á Bluetooth í símanum eða svoleiðis og... Hvernig síma ertu með? Ég er bara hérna með Android og vera með þetta hérna inn í vantanlega. Það er alveg bara, það er ríkalegt að hlusta á þetta. Ok. Er ekki eins og ykkur strókar eða? Steini? Jú. Já. Sama hér. Djöfulsins vesen.
Já, það leiðindi þetta. Þetta var aldrei svikið með þetta system. En ég þá inn á þessum reikning hérna og Heyrðu ykkur? já, hérna. Það er þess að spáði hvernig ég fer að því að slissa mig út og inn í hérna síman. Ég gera þetta hérna í tölvunni. Ég ætla að samt í stani. Þetta alveg... Þetta ég sé. Þetta maður heyri, þetta svo upp og niður og það alveg vonlust að hlusta á þetta held ég ef við gefum þetta út, sko. Það skilur. Geturðu hringt mig, út og hringt í mig aftur eða eitthvað? Ég svaraði hérna í símanum, er það ómikið? Nei, á ég ekki bara að byrja þetta aðeins upp á nýtt, strákar? Bara hætta þessu samtali.